Komið sæl, gleðilegt sumar og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 27. apríl er fyrsti sunnudagur eftir páska. Þema dagsins er hin nýja fæðing. Í lexíunni hvetur Jesaja menn til að taka orð Guðs til sín og fara eftir því. Í pistlinum stendur: hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs. Og í Guðspjallinu var Tómas vantrúaður á upprisu Jesú. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap lexían færir okkur en hún er úr Jesaja 43. kafla. Færið fram hina blindu þjóð sem þó hefur augu og hina heyrnarlausu menn sem þó hafa eyru. Allar þjóðir skulu safnast í einn hóp og lýðirnir koma saman. Hver þeirra gat boðað þetta eða skýrt okkur frá því sem varð? Leiði þeir fram vitni sín og færi sönnur á mál sitt, svo að þeir sem heyra segi: þetta er rétt. Þið eru vottar mínir, segir Drottinn, þjónn minn sem ég hef útvalið, svo að þið vitið og trúið mér. Enginn Guð var myndaður á undan mér og eftir mér verður enginn til. Ég er Drottinn, ég einn, og enginn frelsari er til nema ég. Það er ég sem boðaði, frelsaði og kunngjörði þetta, en enginn framandi Guð á meðal ykkar. Þið eru vottar mínir, segir Drottinn. Að það er ég sem er Guð, héðan í frá er ég einnig hinn sami, enginn hrifsar neitt úr hendi minni, ég framkvæmi hver aftrar því. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er hin nýja fæðing og gæti eins verið frá vantrú til trúar, því að það er táknræn fæðing til nýs lífs. Spámaðurinn segir blindu og heyrnarleysi þjóðarinnar vera trúarlega andstæðu við Guð, en hlutverk allra spámanna og tilgangurinn með komu Jesú var að vekja menn til trúar á Guð. Eða eins og það er orðað í Nýja testamentinu, bæði af Jóhannesi skýrara og Jesú, að taka sinnaskiptum, að gera hugarfarsbreytingu, taka við Guði, fara frá vantrú til trúar. Þessi þykka bók, Biblían, hefur þennan eina boðskap: trúðu á Guð og þú munt hólpin verða. Boðskapurinn er allur sá sami, samt finnst mönnum Guð Gamla testamentisins oft vera harður og refsandi Guð, en sá Guð sem er boðaður í Nýja testamentinu sé miskunnsamur og kærleiksríkur Guð. En Guð er einn og hinn sami, frá eilífð til eilífðar. Auðvitað er þetta spurning viðhorf, val og að taka afleiðingum af valinu. Við þekkjum varnaðarorðin sem við fengum í æsku frá foreldrum okkar, sömu aðvaranir sem við sem foreldrar notum fyrir börnin okkar til þess að þau varist hætturnar. Það sama gerir Guð Gamla testamentisins. Hann hvetur lýðinn til að fylgja sér, snúið aftur til mín, og hann lofar miskunnsemi, fyrirgefningu og alls nektum í ríki sínu. En leið varar hann lýðinn við því sem muni gerast snúið þeir sér ekki til hans. Og það er ekki hótun. Guð sem er almáttugur Guð, skapari himins og jarðar, veit hvað bíður þeirra. En þeir sem velja Guð verða undir hans verndarvæng. Jesús boðaði Guðs ríki sem er ekki af þessum heimi, og fyrir það ríki þurfum við andlega sjón og trúarlega heyrn á boðskapinn.
Spámaðurinn í lexíunni lýsti þessu og Jesús læknaði fólk af blindu og heyrnarleysi, bæði sem líkamlegri fötlun og sem andlegri opnun á þekkingu og móttöku orðsins. Þeir sem tóku við boðskapnum fengu andlega sjón og heyrn. Sem hvatningu til fólksins hvatti Guð það til þess að íhuga hjáguði heimsins og spurja sig, hvernig útskorið eða steypt goð sem gert af mönnum geti hjálpað þeim. Spámaðurinn talaði til fólks sem að þekkti kraftaverkasögurnar úr eyðimörkinni, þegar Guð fæddi og klæddi heila þjóð á snauðasta stað jarðar. Enginn Guð var myndaður á undan mér, sagði Guð, og eftir mig verður enginn til. Ég drottinn, ég einn, og enginn frelsari til nema ég. Og í spádómsbók Nýja testamentisins opinberunarbókinni segir Guð, ég alfa og ómega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Sem sagt Guð hefur verið til og sá hinn sami frá upphafi veraldar. Til þess að komast í ríki Guðs segir Jesús að við þurfum að fæðast að nýju. Í samtali sínu við Nikodémus sagði hann, sannarlega, sannarlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. En Nikodémus skildi þetta ekki, enda erum við svo jarðbundin og föst í lögmáli lífsins. Því spurði hann Jesú, hvernig getur maður fæðst þegar hann orðinn gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? En Jesús var að tala endurfæðingu sálarinnar, sinnaskipti, breytt hugarfar, að taka við hinni nýju trú. Og Jesús svarar honum, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki, nema hann fæðist af vatni og anda. Þarna Jesús að vísa í heilagan anda og lífsins vatn. Það boðskapinn í henni fersku uppsprettu lifandi vass. Og Jesús útskýrir að Guðs börn verði ekki til eins og þegar menn eignast börn. Það sem fæðist af manni mannsbarn, en það sem fæðist af anda Guðs Guðsbarn. Þegar við tökum við boðskapnum trúnni á Guð og Jesú, þá fæðumst við að nýju í heilugum anda. Þess vegna nauðsynlegt eins og Jesús sagði við Nikodémus, þér ber að fæðast að nýju. Þegar fólk tekur stefnubreytingu í lífinu, lýsum við því oft þannig að sá hins sami sé eins og nýr maður. Og það nákvæmlega það sem gerist þegar við tökum við Guði. Við verðum nýjar persónur. Það sálin hefur breyst, tekið sinnaskiptum. Í huga Nikodémusar lifði sú kenning að það nægði að fæðast sem gyðingur til að vera barn Guðs. Eða eins og margir hugsa í dag, að það nægi að fæðast kristinn, en Guð vill að við veljum hann. Hann vill að við fæðumst að nýju og fylgjum honum eftir, verðum lærisveinar hans öðrum til eftirbreytni, lifum í friði svo að við höfum tíma til að rækta trúna, verðum miskunnsum, kærleiksrík og fyrirgefum. Þannig sjá allir að við erum börn hans. Því þannig mun líf okkar í ríki hans verða. Þar mun friðurinn og kærleikurinn ríkja. Í pistlinu stendur að fyrir trúna sigrum við heiminn. Þegar Jesús dó vann hann sigurverkið að deyja syndlaus. Fyrir trúna á hann eignast við hlutdeild í þessum sigri, því að trúin á Guð sigrar dauðan. Það hún gefur eilíft líf. Þar stendur, því hver sá sem sigrar heiminn, nema sá sem trúir
að Jesús sé sonur Guðs. Þess vegna sigrar sérhvert Guðs barn því að trúin sigurinn. Þegar Jóhannes skírari skírði Jesú í ánni Jórdan gaf Guð vitnisburð: Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Og í pistlinum stendur að sá sem trúi á son Guðs hafi þennan vitnisburð innra með sér. Og þetta sé vitnisburðurinn að Guð hafi gefið okkur eilíft líf og þetta líf sé í syni hans. Það að segja, sá sem hefur trúna á soninn endurfæddur til eilífs lífs. Hann hefur fæðst að nýju. Í Guðspjallinu sagt frá vantrú Tómasar á upprisu Jesú. Hann var fjarverandi þegar Jesús birtist hinum og gaf þeim heilagan anda með því að anda á þá. Rétt eins og Guð gerði í upphafi þegar hann mótaði manninn af mold og jarðar og blés lífsanda í nasir hans, þannig að maðurinn varð lifandi vera. Þessi andi gerði Adam og Evu að börnum Guðs og eins mun heilagur andi taka sér bólfestu í okkur og gera okkur að börnum Guðs og frátekin til eilífs lífs. En af þessari frásögn sjáum við að lærisveinarnir höfðu ekki öðlast heilagan anda fyrir dauða Jesú. Hlutverk heilags anda að opna á skilning okkar og gera okkur móttækilegri fyrir boðskapnum. En það hefur verið of erfitt fyrir lærisveinana að ganga með Jesú vitandi píslargönguna að krossinum. Jesús hlífði þeim fyrir skilningi á spádómunum eins og stendur að Jesús hafi sagt við þá: Enn hef ég margt að segja ykkur, en þið getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur, mun hann leiða ykkur í allan sannleikan. Já, Tómas var fjarverandi þegar þetta gerðist og hafði því heldur ekki heilagan anda í sér. Og þrátt fyrir samfærandi vitnisburði hinna lærisveinana vildi hann ekki trúa fyrir hann sæi og gæti þreifað á sárum hans sjálfur. Á þessari frásögn sjáum við bæði hvað það auðvelt að efast sannindi í frásögnum annara og hvað heilagur andi á stóran þátt í hinni andlegu sjón og trúarlegu heyrn á fagnaðarerindinu. Það nægir ekki að fæðast inn í kristna trú og þekkja Jesú af afspurn. Við þurfum að fæðast af anda, heilugum anda. Því andinn andi speki og skilnings, andi visku og máttar, andi þekkingar og guðsótta. Tómas var í fyrsta lærisveinahópnum og hefði átt að trúa meðbræðrum sínum og fram til þessa hef ég talið óhugsandi annað en að allir lærisveinarnir hafi haft bæði andlega sjón og trúarlega heyrn á göngunni með Jesú. En þá hefði Jesús ekki þurft að gefa þeim heilagan anda ef þeir hefðu haft hann fyrir. Núna opnaðist fyrir þennan skilning hjá mér sjálfri og nú skil ég hvers vegna Jesús opnaði ekki á skilning þeirra á reikningunum fyrr en eftir upprisuna. Í kærleika sínum vissi hann að þessi vitneskja yrði of erfið fyrir þá. Þegar Jesús birtist Tómasi viku síðar, sagði hann: Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð en trúa þó. Og við erum í þeim hópi að hafa ekki séð en trúa samt vegna þess að við höfum meðtekið heilagan anda skilnings og þekkingar á orði Guðs. Við höfum fæðst að nýju. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.